Komið sæl og blessuð, kæru ljón. Og til hamingju með afmælið þið sem eruð í afmælisfasa akkurat núna. Áður en ég byrja, þá vil ég aðeins sýna ykkur smá hefti sem ég var að útbúa fyrir þá sem hafa áhuga á tarotspilum. Vantar greinargóðar íslenskar leiðbeiningar með. Það var ég hérna með hefti til sölu og ef þið hafa áhuga þá getið sendt mér, fundið mig á Facebook, miðlun og heilun og sendt mér bara Messenger og þá bara sendi ég til ykkar heftið hæl. Þetta bara svona byggt á minni reynslu, byggt á Crowley-spilunum og Rider Waite líka. Bara svona einfaldar leiðbeiningar með spilunum. Nokkra lagnir hérna aftast. Þannig að mestmagnis eru þessi spil yfirleitt á ensku og leiðbeiningarnar og bæklingarnir líka. Þannig að það er gott að hafa þetta til hliðsjónar. Ok. Þá ætlum við að sjá hvaða spil þið, kæru ljón, fáið sem þemaspil fyrir restina af ágústmánuði. Þetta er skemmtilegt. Það er ljónaspilið sjálft. Innri styrkur, gefðu mér hugrekki og styrk til að gera það sem þarf að gera. Stendur hér. Ok, svo mörg voru þau orð. Ég set þemaspilið ykkar hér, vonaði svona sjáið á það á meðan ég er að lesa. Þannig að þá eru þið hérna með tvöfalt ljón. Ætti að vera kröftugur mánuður, kröftugir dagar framundan því að orkan ykkar er svo sannarlega kröftug. Þemaspilið komið. Þá skulum ég sjá hvað þið eru að fara að bralla. Hvað þið eru að fást við. Það getur verið framhald af einhverju sem þið eru búin að vera að fást við í mánuðinum. Eða eitthvað nýtt sem kemur inn. Ljónin mín góð. Hér fæ ég skilaboð andlegu hliðina ykkar, þið ykkar sem stundið einhvers konar andlega vinnu eða þjálfun. Þið eftir að sjá breytingar á næstu dögum og andlegum hæfileikum ykkar. Það er eftir að opnast fyrir einhvers konar dyr varðandi það. Og þið sem eru búin að vera að vinna í því að efla andan, þið eru að fara að uppskera. Kannski upplifið þið það að hlutirnir eru eftir að flæða einstaklega vel á næstunni. Innsæið ykkar verður 100% og jafnvel bara eins og ykkur finnist þið geta lesið hugsanir annarra. Það er ákveðið flæði hérna á milli ykkar og ákveðina manneskja í lífi ykkar líka sem verður bara meira og meira eftir sem líður á mánuðinn. Og það er bara eins og himnarnir séu að opnast fyrir ykkur. Þetta var dálítið sérstakt. Mörg ykkar eru í einhvers konar umbreytingafasa. Þið getið verið að flytja
að ferðast á milli heimila, milli staða. Einnig getið þið verið að ferðast vegna vinnu. Einhver ykkar eru að breyta inn á heimilinu, taka til og losa ykkur við hluti sem að gagnast ykkur ekki lengur. Þetta er gott flæði fyrir ykkur, kröftugu ljónin mín, því að þið þurfið sífellt að vera að endurnýja orkun ykkar. Losa ykkur við gamla staðnaða orku til að hleypa nýrri kröftugri orku að. Og þessar breytingar koma á hárréttum tíma. Ef þetta er ekki þið sjálf, þá gæti þetta verið einhver líka, einhver nákominn sem stendur í þessum sporum, en þið svona eru með honum í þessu, eru jafnvel að hjálpa til eða aðstoða hann við þessar breytingar eða þessar flutninga. Og það kveikir svolítið í ykkur í leiðinni að gera breytingar hjá okkur sjálfum. Ýmiss konar tækifæri eru að opnast fyrir ykkur, rétt eins og ég var að segja áðan með andlegu hliðina, og heppnin með ykkur í liði. Mér finnst mörg ykkar vera búin að njóta sumarsins alveg í botn eins og hægt er. Og þessi tími sem að eftir er núna á sumrinu, hann á eftir að verða bara góður og skila ykkur því sem að þið hafi verið að óska ykkur. Mörg ykkur hafi verið að dreyma, skýra drauma sem hafa setið eftir í vitundinni þegar þið vaknið. Og fyrir ykkur ráðleggi ykkur bara að reyna að muna eins mikið af draumunum og þið getið, eða skrifa stikkorð á blað þegar þið vaknið. Og síðan sjáu þið hvort að eitthvað af þeim draumum birtist ykkur í vöku eða partar af þeim draumum. Það getur stundum verið erfitt að túlka drauma. Og stundum skilur maður þá ekki fyrr en eftir á, eftir að eitthvað er búið að gerast sem að við setjum drauminn í samhengi við, þá allt í einu kviknar á perunni. Ok. Nú höldum við bara áfram. Þið eru sífellt að læra, kæru ljónin mín, læra eitthvað sem þið hafi áhuga á, eitthvað sem kemur sér vel í daglegu lífi. Þið eru gríðarlega öflug og eru duglega að nýta ykkur hluti sem þið lærið bara svona í daglegu lífi til að hjálpa ykkur í, hvað ég segi, eins og ég var að tala um flutningana áðan eða breytingarnar heima við. Þið eru duglega þegar þið sjáuð eitthvað að nýta ykkur þá síðan fyrir ykkur sjálf. Kannski sjáuð að finna einhverja sniðugar hugmyndir og eru strax búin að gera plan um hvernig þið getið komið þessari hugmynd í framkvæmd hjá ykkur sjálfum eða á ykkar eigin heimili. Fjármálin eru í góðum málum hjá flestum ykkar og svo lengi sem að þið haldið vel utan um hlutina, þá verður ágústmánuður bara góður á því leyti. Það er margt sem ykkur langar að gera. Þið getið sjaldan verið á tveimur stöðum í einu, en það er eitthvað sem að kallar á ykkur sem krefst þess líka að þið leggið
svo litlar fjárhæðir í það. Þetta eitthvað sem verður að bíða betri tíma. Látið það bara svona malla í bak við eyrað í undirvitundinni þangað til að tíminn réttur, sem ekki alveg akkurat í augnablikinu. Þriðja ljónið í lögninni ykkar. Það aldeilis kraftur í ykkur núna. Þið eru svo sannarlega á réttri leið og eru að nýta innri styrkin ykkar alveg í botn. Það eru margir sem horfa á ykkur öfundaraugum og hefðu gjarnan viljað hafa bara þó ekki væri nema brot af þessari orku sem að þið hafið og þessum gríðarlega styrk. Það eina sem truflar eru ykkar eigin hugsanir. Þið látið stundum hugsanirnar draga ykkur niður og þið eru svolítið gjörn á að hlusta á neikvæðar raddir annarra líka. Mörg ykkar, ég segi ekki öll, en þetta eitthvað sem að þið þurfið bara að, bara hreinlega að venja ykkur af að gera. Því að þetta ofta eina sem að tefur ykkur eða kemur í veg fyrir að hlutirnir gangi eins og þið vilja hafa þá. Það bara þessar neikvæðu raddir í ykkar eigin höfði. Það verkefni farið af stað. Þið vitið best hvaða verkefni það Það eitthvað sem að þið brennið fyrir, eitthvað sem að þið elskið að gera. Það þessi neisti sem að kviknaður í brjóst ykkar. Varðandi breytingar. Fyrir mörg ykkar þetta breytingar á heimili, eins og ég var að tala áðan, og breytingar varðandi flutninga og það getur verið bæði varðandi heimili og vinnu. Fyrir önnur ykkar þetta kannski minna flutningarna sjálfa, heldur meira það að komast á betri stað tilfinningalega. Það að segja að komast yfir einhvern hjalla, skilja eftir eitthvað gamalt munstur eða sækjast eftir einhverju sem þið vitið innst inni á eftir að færa ykkur betri tilfinningalega líðan. Það getur vissulega verið flutningur inn í því. Þetta getur líka verið að þið ákveðið að leggja gamalt mynstur til hliðar, að þið ákveðið að opna nýjar dyr sem hafa ef til vill verið lokaðar í svolítið langan tíma af einhverjum ástæðum. En núna orkan ykkar svo mikil að þið getið í raun og veru hvað sem og það að sækjast eftir betri tilfinningalegri líðan, það bara akkúrat það sem þið þurfið á að halda núna og það akkúrat það sem að þið fáið í kjölfarið á þessum breytingum sem þið eru að tala sem ég að tala sem þið eru að hugsa eða eru að hrinda í framkvæmd. Betri tilfinningaleg líðan, já, ok. Ég ætla ekki að hengja mig of mikið í það, við skulum halda áfram. Ok, ég verð að tala áfram betri tilfinningalega líðan. Fyrir mörg ykkar þetta bara hreinlega samband við annað fólk. Samband við aðra manneskju, það getur verið ástarsamband, vinarsamband, fallegt samband, þar sem tengingin jákvæð og veitir ykkur tilfinningalega vellíðan. Það svolítið kjarninn í því sem að koma hérna fram.
Og það eina sem þarf í raun og veru ákvörðun ykkar. Annaðhvort ákvörðun að stíga inn í þetta samband, þessi samskipti og gefa ykkur öll í það, kæru ljón. Þetta getur falið í sér að hafa samband við einhvern eða styrkja sambandi við einhvern líka. Þið vitið það sjálf leið og ég segi þetta. Fyrsta hugmyndin sem kemur upp í hug ykkar sú rétta. Og eins og ég sagði áðan, þá það eina sem skemmir fyrir ykkur, ljónið mín kær, og það oftast þannig, það ykkar eigin hugur. Ef þið leyfið hugsunum ykkar, neikvæðum hugsunum ykkar að trufla og tala ykkur niður, þá þið komin í vondan gír. Þannig að reynið að finna leiðir til að þagga niður í huganum og viðurkenna bara fyrir sjálfum ykkur hversu bara dásamleg fyrirbæri þið eruð. Já, ég meinti fyrirbæri á hinn fallegasta máta. Öll erum við á einhvers konar fyrirbæri. Ekki alveg besta orðið, en samt þetta bara kom dott upp úr mér. Ekkert vera að hlusta á það sem aðrir segja varðandi þessa ákvörðun ykkar, varðandi þetta samband, varðandi það sem að þið viljið gera. Fylgiði ykkar eigin sannfæringu, ykkar eigin eldi sem svo sannarlega byrjaður hér að brenna. Og þið eruð að gera ykkur fallegar og háleitar vonir hvernig hlutirnir muni verða, hvernig þið muni breytast til hins betra. Og ég vil bara segja að hjarta ykkar sumra bara syngur af gleði við það að hugsa hvað getur orðið, hversu góð tilfinningalega líðanin gæti orðið í kjölfarið. Og þið eru mörg hver, kæru ljón, búin að hugsa mikið þetta, búin að leggjast undir feld og þið sjáið alveg fyrir ykkur hvernig hlutirnir verða. Og hjá mörgum ykkar verða þeir enn betri en þið eigið von á. Þetta ekki spurning að þið séu að fara að gefa upp á bátinn ykkar sjálfstæði eða ykkar langanir til að hafa hlutina á ykkar eigin hátt. Ef við erum að tala þetta út frá sambönd ganga ekki út á það. Sambönd ganga út á að báðir einstaklingarnir, þar sem eru tveir einstaklingar, að báðir geti verið þeir sjálfir og fylgt sínum löngunum eins og hægt Þannig að þetta ekki spurning að þú, kæra ljón, sért að missa eitthvað við að sækjast eftir þessu tilfinningarsambandi. Þetta spurning að þú bara getur vaxið enn frekar og dafnað innan sambandsins og orðið í raun og veru betri og sterkari manneskja heldur en þú ert í dag. Ég held að það sé loka svarið við þessum pælingum. Tek hérna eitt spil en sem að sýni bara
hversu miklar breytingar munu verða á lífi þínu þegar að þú, kæra ljón, tekur ákvörðun að fylgja þessari löngun þinni að líða betur tilfinningalega. Það verður umbylting. Það verður umbylting í lífið þínu. Nýtt upphaf á ýmsan máta og nýtt upphaf sem ef til vill byrjar smátt en á eftir að vaxa og dafna. Nýtt efnislegt upphaf en síðast en ekki síst tilfinningalegt upphaf líka. Falleg spil, kæra ljón. Ég fæ eiginlega bara gæsahúð við þennan lestur. Ok, látum okkur sjá. Við ætlum að tékka hérna á hvað þeir vilja segja okkur varðandi tíma eða tímasetningu. Hér spil sem táknar haustið. Það að koma haust, þannig að bara það ekki langt í að þessar breytingar fara af stað og haustið verður fallegur tími fyrir þig, kæra ljón. Næsta fulla tungl, hvenær skyldi það nú vera? Ég bara ekki alveg klára á því hér og nú, en þið getið fundið það út. Þessar breytingar eru í farvatninu og eru farnar af stað vegna þess að þið eru búin að taka ákvörðun og síðan bara eiga hlutirnir eftir að verða betri héðan af. Ok. Eitt spil hérna fyrir spurningu. Ef þið hafið einhverja ákveðna spurningu í huga, þá kemur hérna skýrt og skorinort svar. Já, nei eða allt þar á milli. Ok. Annarkvort þurfum við að orða spurninguna betur. Eða eitthvað hún skrítin, spurningin. Ég skil ekki og Eitt í viðbót, hvað eruð þið að spyrja sem að svona óskýrt? Ok. Það bara skýrt nei. Hver svo sem spurningin var. Ok, elsku ljón, þá þetta búið í bili. Ég óska ykkur alls hins besta og að restin af sumrinu verði góð. Ljós og kærleikur.